Góða kvöldið. Ingi heiti ég Vilhjálmsson er blaðamaður og fréttastjóri DVF. Ég ætla að ræða sérstaklega greinina í frumvarpi stjórnlagaráðs upplýsingarétt sem er grein 15. Nú, áður en ég byrja þetta sjálft þá langar mig aðeins að koma smá inngang af hverju ég ætla að ræða sérstaklega þessa grein. Erindi fjallar hvernig það gekk hjá blaðamönnum á Íslandi að fá aðgang að gögnum einkavæðingarnefndar einkavæðingu bankanna á árunum fyrir hrun. En áður en ég byrja að rekja þá raunasögu, þá langar mig að aðeins að undirstrika af hverju það hefði verið mikilvægt fyrir almenning á Íslandi ef fjölmiðlar á Íslandi hefðu fengið aðgang að gögnum einkavæðingu ríkisfyrirtækja á Íslandi á árunum fyrir hrun. Og þá er ég að tala bankana, einkavæðingu bankana, einkavæðingu íslenska aðalverktaka, einkavæðingu Símans, einkavæðingu HS Orku og svo náttúrulega einkavæðingu Kögunar þar áður. Eftir að við fengum aðgang að gögnum einkavæðingu þessara fyrirtækja, þá kom ýmislegt sláandi í ljós. Eitt af því sem mér fannst hvað mest sláandi var fundargerð einkavæðingu íslenskra aðalverktaka, þar sem að Halldór Ásgrímsson sendi boð inn á fund einkavæðingarnefndar, þar sem verið að ræða það hverjir mætti að selja hlut ríkisins í fyrirtækinu. Hann lét boð ganga inn á fundinn í gegnum þann sem að einn af þeim aðilum sem satt í einkavæðingarnefnd fyrir hönd Framsóknarflokksins, þar sem hann sagði að hann teldi að 2 af tilboðunum í félagið væri jafn góð. Og einn af þeim sem satt í einkavæðingarnefnd fyrir hönd Sjálfstæðisflokksins, hann mótmælti þessum inngripum ráðherrans harðlega og sagði að þetta bryti gegn öllum starfsreglum einkavæðingarnefndar. Og þessi maður sem greip þarna inn í að mínum að þetta var mjög gott inngrip hjá honum og þetta stendur allt í þessari fundargerð. Þetta var Baldur nokkur Guðlaugsson sem mikið hefur verið í umræðinni síðustu daga. En sem sagt, aðalatriðið í þessum inngangi er þetta. Ef við, almenningur, ef við höfum fengið aðgang að þessum gögnum fyrir, þá höfum við séð þetta svart á hvítu. Þetta fráleita er inngrip ráðherrans inn í fund framkvæmdanefndar einkavæðingu. En við fengum ekki aðgang að þessum gögnum fyrir en eftir hrun. Ef við hefum fengið aðgang að þessum gögnum það leyti sem þetta var að gerast og við hefum hugsanlega getað þá skrifa fréttir þetta inngrip Halldórs Ásgrímssonar inn í þetta einkavæðingarferli. Þetta náttúrulega einkavæðingarferli endaði með því að íslenski aðalverktakar, eða hlutur ríkisins í aðalverktökum, var seldur til aðila sem tengdust Framsóknarflokknum. Og þetta er nota bene eina einkavæðingin á Íslandi sem hefur verið dæmd ólögleg í Hæstarétti. En við fengum ekki aðgang að þessum gögnum fyrir árið 2009 og nú ætla ég að rekja þá sögu. Ég miða framsögurindi bara sérstaklega við einkavæðingu bankana af því að það var alltaf verið að sækja að fá aðgang að þeim gögnum á árunum fyrir hrun en blaðamönnum var þráfaldlega synjað þessi gögn á árunum 2005 til 2009 og með allskyns rökum. Ég reifa nú svona nokkrar af þeim röksemdum sem komu fram bæði í máli einkavæðingarnefndarinnar sjálfrar þegar að blaðamenn og fjölmiðlamenn sóttu að fá aðgang að þessum gögnum. Þá var það þannig að einkavæðingarnefnd byrjaði á að synja blaðamönnum aðgang að þessum gögnum og svo gátu fjölmiðlar kært þessa niðurstöðu til úrskurðarnefndar upplýsingamál
og þar fengu blaðamenn líka, þar var þeim alltaf synjað þessi gögn líka. Nú rökin sem þið sjáið þarna, þetta er svona hluti af þeim rökum sem voru færð fyrir því að ekki ætti að veita almenningi og blaðamennum aðgang að þessum gögnum. Og það er svona rök eins og að þetta séu vinnuskjöl og að þú veist, svo framvegis. Og svona gekk þetta í 4 ár. Frá því að fyrst var, ég held að það hefur fyrst sótt alveg örugglega gögnin 2005 þegar að blaðamaður Fréttablaðsins skrifaði mjög fína úttekt á einkavæðingu bankana, en hún fékk synjun. Og svo var sótt þetta í nokkuð skipti eftir það að fá þessum gögnum en aldrei var veitt heimild til þess. Nú svo breytist þetta eftir hrun. Þetta er glefsa úr bréfi sem að ég fékk frá starfsmanni forsætisráðuneytisins þegar ég sótt aðgang að gögnum allar einkavæðingar 20 ára aftur í tímann, þarna í apríl 2009. Og þarna sjáum við að það er komið annað hljóð í strókinn og það inntakið í þessu er í raun og veru að þó að það stríði gegn gildandi upplýsingalögum og hann vísað í tilteknar málsgreinar gildandi upplýsingalaga að þá var samt lítið á það sem svo að sko almannahagsmunir væru svo miklir í þessum tilteknu málum að það var ákveðið að veita fjölmiðlum aðgang að þessum gögnum. Og þetta var gert þarna bara á fyrri hluta árs 2009 og það kom ýmislegt mjög áhugavert í ljós þegar að fjölmiðlar fengu aðgang að þessum gögnum. Ég fekk held 6 möppur bara einkavæðingu Landsbankans og Búnaðarbankan. Öll bréfaskipti sem höfðu átt sér stað á milli Björgólfsfeðga og einkavæðingarnefndar og svo framvegis sem sýndu nákvæmlega hvernig ferlið átti sér stað. Þannig að það var mjög hjálplegt, en það hefði verið miklu betra fyrir okkur, held ég, ef við hefðum getað fengið aðgang að þessum gögnum fyrr. Nú, hér sjáum við, þetta er sem sagt rökstuðningur Jóhönnu Sigurðardóttur forsætisráðherra fyrir því að veita fjölmiðlum aðgang að gögnum einkavæðingu bankana. Þetta birtist þetta er grein sem birtist í Fréttablaðinu í fyrra. Og þarna, það sem mér finnst einna merkilegast við þetta, ég náttúrulega fagnaði mjög að við hefðum getað fengið aðgang að þessum gögnum, en það sem mér finnst einna merkilegast þarna er að þegar hún segir að hún hafi sjálf beitt sér fyrir því að svigrúm laganna yrði nýtt til hins ítrasta til að fjölmiðlar gætu fengið aðgang að þessum gögnum. Það er svona persónulega mín skoðun og þess vegna einmitt fagnaði ég þessari 15. grein í frumvarpi stjórnlagaráðs að það á ekki að vera byggt á skoðunum einhverja tiltekinna ráðherra á tilteknum tíma hvort að fjölmiðlar og þar af leiðandi almenningur fái aðgang að svona gögnum eða ekki. Það á bara að veita almenningi aðgang að slíkum gögnum sem að varða fyrirtæki sem er í eigu ríkisins. En ég hjó sérstaklega eftir þessu orðalagi að hún hafi beitt sér fyrir því að svigrúmið í gildandi upplýsingalögum yrði nýtt til hins ítrasta. Og þá spyr maður sig að sjálfsögðu, þú veist, fyrst að hún talar með þessum hætti að hún sem ráðherra hafi beitt sér fyrir því að svigrúmið yrði nýtt til hins ítrasta til þess að heimila fjölmiðlamönnum að fá gögnin. Akkur ættu þá ráðherrar í ríkisstjórnartíð Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokksins ekki líka að hafa beitt sér með einhverjum hætti til þess að fjölmiðlar fengi ekki aðgang að þessum gögnum. Þú veist, þetta á ekki að vera svona, þetta á bara að vera algjörlega klippt og skorið þá að veita aðgang að þessum gögnum. Og þarna reifa ég aðeins þetta sjónarmið. Af því að sko, upplýsingalögin birtist ekki neitt. Upplýsingalögin, þau breyttust ekki. Það var bara ríkisstjórnin sem breyttist. Og það komið ný viðhorf og ríkisstjórn Samfylkingarinnar og Vinstri grænna innsetti sér að heimila almenningi að fá þessi gögn.
Og þarna aftur þá reifa ég þetta sem ég var að nefna núna að þetta þarf algjörlega að vera skýrt í lögum að almenningur geti fengið aðgang að þessum gögnum og ekkert ef þar, ekkert svigrúm lagana neitt, ekkert slíkt, bara veita aðgang að þessu öllu og líka þegar atburðirnir eru að eiga sér stað, ekki 5-6 árum síðar, þegar það er ekki eins mikið gagn í þessum gögnum og hefði geta verið ef aðgangurinn hefur verið veittur fyrr. Þannig að ég fagna þessari 15. grein og svo náttúrulega það sem þarf að gerast það að það þarf náttúrulega að smíða þá lög sem að byggja á þessu grunnprinsippi sem reifað þarna í 15. greinni. Og við skulum bara vona að það verði gert. Takk fyrir mig.